Welcome, Chantal. First of all, we are top of league at the moment. What do you think this situation or this standing? I'm proud of our team. You know, in the beginning, before we started the season, we were a little shaky playing our cup games before we started, but we came together pretty quickly and we put together some good soccer and scored some good goals against probably the toughest teams that we were going to play so far. So I'm proud of them and I'm happy to be on top. This is the first time in Iceland. How would you rate the facilities that we have to offer? Oh, it's great. I mean, Iceland's so green. The grass, the fields are great, the training is good, the weather is awesome. I don't like heat, so this is perfect for me, so I'm really happy here. Yeah, great. Now on Sunday, game against IBVF. Your feelings about that match? They beat us 4-1 before we started the season, but we were kind of missing some people and we didn't play our best soccer, so I think we'll come out a lot stronger against them this time, and playing at home helps a lot, so I think we'll give them a good run and hopefully put some goals together and come out with a win. Yeah. Okay, thanks. Hafrún Olgeirsdóttir. Það svolítið síðan að síðasti leikur var á móti Aftureldingu, góður sigur og þar skoraði stelpa bara sitt fyrstu efstu deildar mark. Hvernig leið þér? Það bara alltaf gaman að skora sko, sérstaklega í Pepsi-deild. Það var mjög gaman. Heldur að þetta ekki eftir að setja eitthvað í minningunni þegar þú voru eldri og fara að spóla tilbaka? Já, ég skoraði þarna. Jú, vonandi bara eftir að setja fleiri mörk. Nú erum við á toppnum og það alvöru leikur sem að þið eru að fara í á sunnudaginn þegar IBVF kemur í heimsókn. Hvernig ertu stend fyrir þann leik? Herru, ég bara mjög spennt, lagt til að spila, gaman að spila hérna og vonandi bara ná halinn 3 stigum. IBVF fór eiginlega ferlega illa með okkur í fyrra, okkur bara hérna á okkar eigin heimvelli, 5-0. Erum við nokkuð að hugsa þann leik núna? Nei, ég held að það sé bara gleymt að grafa, við skulum ekkert endtaka þann leik. Ég held að við skulum bara koma með okkar leik og gera okkar besta og þá munum við uppskera 3 stig. Og ekki semri stemming í hópnum? Jú, við erum bara mjög spenntar, það langt síðan spilin síðasta leik og eftirvæntingin mikil og hlökkum bara mikið til. Þannig að þú ert klár og hópurinn klár? Já, við erum alla klárir og ætlum að vinna. Hafrún, takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Jóhann Kristín Gunnarsson. Jó, það stórleikur á sundaginn. IBVF, hvernig leist þið í þig? Bara fínt, þetta er rétt, þetta er stórleikur, þetta verður alveg risaleikur og svona, við teljum að vera eftir svona langa pásu og þá sé þetta bara hreinlega stærsti leikurinn og spurning hvort við ætlum að halda áfram að vera með í þessu eða ekki. Það spurning, ætlum ekki að vera bara áfram með í þessu? Þetta er svo löng pása maður, menn hafa haft allt og mikinn tíma til þess að hugsa og alveg skelfilega þessi landsleikjapása, þannig sé. En við bara, þetta verður að halda áfram og koma hausnum í stand. Jó, IBVF fór illa með okkur hérna í fyrra 5-0. Erum við nokkuð að velta okkur upp úr því núna? Nei, ég sá það ekki, veit ekki hvernig það var maður. Ég veit bara að það hefur ekkert kannski breyst mikið bolti sem við spila og hann virkar rosalega vel þegar það í gangi og með eldsnögga fyrir leikmenn hérna hjá okkur og það er bara, við verðum bara að taka á þeim þegar við komum. Við verðum ekki að hleypa mönnum í einhverja sirkussýningar hér. Nei, við bara tökum á mótum eins og sannig gestgjöfum sæmir, látum að finna til tefasins og gleymast þá eftir með þið bara. Já, við bara það er sama prógram fyrir alla heimaleiki að banna að tapa og senda menn með handafara á raskinni heim. Jú, þá skulum bara hafa þannig á sunnudaginn og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk.